Íslenska sanskrít. Gerum einnig rannsóknir innan vitundar. Síðhöttur, síðarta, gangleri, gangalahari. Arta markmið. Arta borið fram arta, ekki arta. Sitti, fullkomnun að markmiði. Gangalahari bylgja þekkingar úr ánni sem táknar þekkinguna. Skoðið einnig snilld Kristján Andreas Holmboe, Gegnir, og Kesavadeva Shastri, einkasafni. Siður, seiður, svataha, sitja, siddhi, en svata einmitt gefin sjálfum sér. Pelu, peluka, pelupúra, bölverkur. Og bölverkur getur verið sá sem rífur, sá sem gerir gat á, það að rjúfa. Jóga, jóg, sameining, samokun, tvenns í eitt. Í dýpsta skilningi sameining einstaklingsvitundar og alheimsvitundar. Bhagavad Gita, Kinchit Adhita, Ganga Jala Lava Kanika Pita. Shamkara Bhattja, Govindam, 20, að hafa Bhagavad Gita örlítið heyrt og byrjað að skilja, sem að bragða dropa af ódáins fæðu flæði, nóg til að byrja að uppljómast. Að byrja að skilja pínulítið í Bhagavad Gita sama og að hafa bergt á dropa úr ganga sem fljót á visku og þekkingar. Berið saman gangleri, ganga lahari. Ekki það svo að maður drekki vatnið úr ánum því þær tákna hina miklu visku. Þetta táknmál og árnar þessar finnast í mannslíkamanum. Dr. Tony Nader. Áin Sarasvati sést á gervitunglamyndum og hún einnig í okkar höfði. Tony Nader, Human Physiology, bók til að lesa. Skiljiði, dropi úr ganga agnarlítil byrjun á þekkingu. Vatn hér vín, flæði þekkingar. Gangleri gangalahari, bylgja þekkingar úr fljóti þekkingarinnar. Nú það ekki svo að hægt sé að tappa flöskur vatni úr ganga og selja út allan heim til að menn uppljómist af. Ekki frekar en maður nái visku með því að hengja sig, kannski á hvolfi, í einhver tré. Hanga í 9 sólarhringa, sæla sig hvorki á leifinni drykk úr horni. Und og geir þarna líka eins og í sögu Jesum á krossi í hangi, sem allt táknmál allt annað en augu óuppljómaðra bókstafstrúa mann að sjá. Fimbulrúna pillur ekki til í alvöru út í búð, bara sem sölubrella. Ég verð uppljómaður í fyrramálið. Ekki frekar en megrunar pillur sem virka á einni nóttu, ég vakna mjó í fyrramálið. Að nýsast niður daglega 2 á dag nefnilega lífstíðar hobby, sem gerir mann betri og betri. Og gjöf ef við erum saman í hópiðkun, við gefum öllum mönnum betri heim. Sleipnir þjálfast og öll rétt þjálfun leiðir til árangurs. Tæknin TM, rétt iðkuð, sjálfvirk, auðveld, dýpkar huga og meðvitund. Það eðli lífsins allt sé auðvelt og gefi gleði. Gleði og gleitt samstofna. Náttúra alls að velja auðveldustu leiðina og besta árangur. Auðveldasta leiðin gefur mestan fyrirhafnarlausan árangur. Við þurfum að gefa lúrandi táknmáli ævintýrakossin og við vöknum. Það við sem erum sofandi, ekki sannleikurinn, hann sefur ekki. Bhagavad Gita í 14. kafla, stönsu 8, pramadaha, rugl, vanræksla, drómi, pramadaha, eða drúfa, alasja, læðingur, leti mannleysu, eiturmyndur, og það krokodíll. Nidrabis, niðurdrepandi, drómi, stungin svefnþorni. Eins og Brynhildur sem lenti í Pratnya Aparada fór út af ferlinu 1-3, út af síendurteknu Ginnungab óðinviljuvjegi. Nidra, svefndrungi, sofandaháttur, drungalega sofandi. Bhagavad Gita í 14. kafla stönsu 9, pramade, sem staðarfall, lokatífus, í rugli, í vanrækslu. Samjayati uta, sannarlega flæktur í, og það þegar tamiti með þoku gunni yfirskyggir þekkinguna
og maðurinn flækist í og bundinn í ördeyðu vanrækslu. Í Bhagavad Gita, kapla 18, stönsu 35, Mata, stolt, hroki. Þetta voru nú aðeins þýðingar með smá útskýringum. Nú smá málfræðistakl okkur til skemmtunar. Í sanskrít eru mörg föll, nefnifall, þolfall, tækisfall, instrumentalis, þágufall, fallið aflað úr, ablativus, eignarfall, staðarfall, lokativus og ávarpsfall, vokativus. Við eigum enn ávarpsfall og við eigum einnig tækisfall, instrumentalis, sem við notum heilmikið. Til dæmis felmtri, sem tækisfall, slegin, ekki slegin af felmtri, sem þágufall með forsetningu. Gleipnir heldur til ragnaraka. Pralaya, ragnarök, pralí, leysast upp, hverfa tilbaka til. Við ættum að líta á Kristján Andreas Holmboe og skrif hans. Hann fræðir okkur orð sem aðeins finnast í norrænu, íslensku og samskrít, ekki neinu öðru Evrópumáli. Til dæmis advön, vegur, leið, öndur, ullur öndurás, skaði öndurdís. Ullur, úl og skaði, sem kannski skanda, skilja bæði tvö að maður þarf að læra að skíða snæfi þakta fjallatoppana, hina æðstu visku. Að opna þarf upp og gera leiðina greiðfæra til að öðlast tæra skarpskygni. Olympos, bústaður guðana, Pantheons, Polytheons, samgyðjis, fjölgyðjis, einnig snæfi þakinn fjallstoppur. Snæfi hér tækisfall, við notum það oft í íslensku. Ullar hilli, opna hvað upp? Shiksha, opna upp þekkinguna eins og blómknúpur verður að blómkrónu. Við sjáum lag eftir lag, dýpra og þannig eykst skilningurinn okkar. Þetta snýst vitundarþroska menntun, CBE, þar á ensku Consciousness Based Education, í öllum skólum, öllum börnum í heimi til handa. Þekkingin opnast upp innanfrá, því þund þessi þenslu kraftur. Opnast eins og blómkrónan sem þarf ekki annað en sól og regn frá náttúrunni, því innan blómsins þekkingin öll hvernig fræið geymir í eigin tómi sem lit og lögunarlausan safa, vín, flæði. Alla þekkingur, hér innbyggt allt sem til þarf. Við getum unnið og lært allt jafn áreynslulaust og blómkrónan opnast innanfrá þar til þekkingin öll augljós á yfirborðinu. Sjáið sólarorku rafhlöður. Ég hef séð Stapatjavit sólarorku gosbrunn sem spýr þegar sólin skín, ekki þegar hún fer á bak við ský, ekki á dimmum nóttum. Og blómkrónurnar í kringum gosbrunnin opnast þegar sólin skín, lokast þegar rignir og á næturna. Náttúran okkar og náttúra mannanna sjálfra eins og náttúra blómana. Allt fyrir hendi áreynslulaust. Þekking og vitsmunir eru fyrir hendi. Ef við viljum virkilega góðan rafgeymi í okkur sjálf, best að hnýsast niður reglulega. 2 á dag alla ævi, yndisleg hleðsla. Aðeins streita og gruggur og vanþekking gerir mennina blinda á sjálfa sig. Ama eiturefni sem safnast upp í líkamanum. Sóma það sem við sækjumst eftir. Sóma, lím alheims. Takið eftir þessi orð eru til í sanskrít og íslensku. Sanskrít lifandi mál, hefur verið töluð óslitið í 1000 ára. 2 eru til M, 2 R og rituð á margan hátt, 4 N, 2 H, 2 T, 2 TH, 2 D, 2 DH, 3 S. Samsettir samhljóðar ksa og fleira svoleiðis fínir í. Devanagri letrið nú notað. Ævafornir raunað uppruna til. Alls 750 tákn eða þúsundir ef allir rithættir eru með taldir. Stundum margs konar rithættur notaður á einu og sama hljóði. Vegna sandí breytast hljóð í nágrenni við önnur. Sá sem mest veit letur Dr. Gunnlaugur Briem, Kaliforníu, raunar fluttur til Katalóníu. Sú sem mest veit rúnir Dr. Þór Gunnur Snædal, Svíþjóð. Frá Akureyri, hefur unnið og búið í Svíþjóð. Í sanskrít eru eintala, tvítala, fleirtala, eins og raunar finnst hjá okkur enn.
Í Vedum eru á sanskrít, samskrita, hljóð úr dýpstu sviðum innan sköpunarinnar, úr iðrum gapsins, sem gerir þetta ofsalega spennandi hljóðlist. Ósköpuð hljóð úr iðrum gapsins sem við getum heyrt. Hljóð stóra smells, Freyju, Big Bang, og þau verða til úr gapinu milli orðana. Eins og lýst í Hávamálum. Sköpunin sífelld og ævaforn. Gúnir hljóðana þessara góður fyrir mannslíkamann, hljóðin endurstilla okkur. Latínuletus framburðarútgáfa, sem heitir transliteration á ensku, nær framburðunum engan veginn. Það ekki að þýða orð Vedana heldur læra að skilja þau á sanskrít. Læra að bera þau fram, þau eru holl fyrir kroppin okkar, samstilla hljóðin. Læra sandíreglurnar, læra marga merkingar hvers orð og mörg orð yfir hvert hugtak. Tökum sem dæmi íslenska orðið örlög, ekki hægt að orðabókar þýða án skilnings. Hve margar merkingar hefur lög, lag og hve margar Teljið allt upp. Við öðlumst dýpri sýn á okkar eigin menningararf með því að skilja sanskrít. Mörg kvenkins nafnorð enda á í íslensku, Dr. Guðrún Vilmundardóttir, og gaman að bera þau saman við sanskrít. Ekki gert en gott ritgerðarefni. Sanskrít móðir evrópskra mála og margra fleiri tungumál í heimi. Og hún þarf að fá að vera með í rannsóknum íslenskra málfræðinga. Fáránlegt rannsóknamenn, en íslenskumenntuð kona, sem ég vitna í hér orðrétt, talaði í viðtali, jafn ólík mál og íslenska og sanskrít. Háskólamenntun brotakennd. Forni siður hefur ekki skilist á myrkum öldum. Bundið mál brenglast minna en prósi, óbundið mál, það bjargar miklu. Ýmislegt djúpt hefur varðvist í Hávamálum og fleiri kvæðum í eftir vill 1000 ára. Siðurinn, svataha, sittihi, hefur varðveist vegna þess að hann sannleikan. Líklega hann 20.000 ára gamall að uppruna til. Þetta gaman að skilja með samanburði við sanatana dharma, sannleikan eilífa. Sannleikurinn innan allra manna og ekki þarf neina yfirborðsmerkimiða. Alls konar kerfi í gangi, sum kær mönnum og slíkt má kannski brúkast. Eflaust hægt að finna dýpri merkingu af tilfinningaástæðum sumra manna með því að finna í kerfum sannleikskorn sem benda til eilífa sannleikans. Athugið í sambandi við þessa teikningu mína að trú alveraldlegt fyrirbæri. Trú alveraldlegt fyrirbæri. Hún getur orðið svo yfirþyrmandi blindandi sterk á veraldlegu sviði að menn ganga í opinn dauðan fyrir kreddur. Ofsatrú getur blindamann. Líf án tengingar við vitund ekki það sem við fæðumst til að lifa. Auðvitað hafa menn hobby og ástríður og jafnvel launaða þægilega vinnu við einhver trúarkerfi, en eitt nauðsynlegt. Á myrkum öldum gerast slæmir hlutir. Friedrich Max Müller, þjóðverji sem vann á Englandi, fékk vinnu mjög vel launaða. Upphæðirnar vitaðar fyrir herveldi og Commonwealth stefnu þess. Sameiginleg verðmæti falskt nafn yfir að misnota annarra manna verðmæti. Þeir voru að leggja undir sig auðlegð annarra manna í fjarlægu landi, ræna það. Þeir voru að kúa, misþyrma og féfletta, misnota vinnuafl. Enda barnaþrælkun þá bönnuð heima fyrir. Vandamál við framkvæmdina var að menning þessarar þjóðar var svo djúp og sterk að trúboð englendinga fékk engan hljómgrunn og vopnin þeirra bitu ekki á menninguna. Dýpt menningarinnar var innrásar þjóðinni þrándur í götu við hernámið og kúunina. Þar koma orð Bhagavad Gita ginnungagap upp í hugan. Vopn fá eigi grandað því, eldur fær eigi eitt því, vatn fær eigi bleittað, vindur getur ekki feykt því brott. Þetta í 2. kafla 2003 stönsu. Verkefni Max Müllers var fyrir herveldið að reyna að brjóta niður menninguna. Hann var klár, gerðist skúrkur fyrir borgun og var auglýstur upp sem mikill fræðimaður. Hann lauk upp sögu innrás Aría í þeim eina tilgangi að eyðileggja. Hann gekk svo langt að halda því fram að vetur væru komnar af eddum. Það gekk nú ekki inn, en allt hitt meira og minna enn í gangi.
Vetur eru ósköpuð hljóð sem hinnur uppljómuðu heyra. Það vita nú ekki allir menn. Uppspunni Max Müllers enn kendur. Illa gengur að uppræta lýgina. Margt af því sem hann kokkaði upp, bjóð til, sem sagt ennþá kent í skólum. Svona geta herveldið heila þvegið okkur með lygum og rógi. Það reynist erfitt að leiðrétta uppspunnan og falsið. Alröngu tafla með svokölluðum indó-evrópskum málum enn í gangi. Nú leiðrétting að sjá dagsins ljós loksins. Rómarveldið þjóðnýtti kristni, strategía, stal Jesú, falsaði svo rit sem enn í gangi sem heilög. Síðar sá það mikla ógn í styrk og helgi fornasiðar. Kannski lærði Max Müller af aðferðum þess, hvernig það sverti og tætti fornasiði til að reyna að brjóta niður og okkur. Rómarveldi kom því meðal annars inn að norræni menn hafi ekki átt letur fyrir en latínuletri barst okkur, en sannleikurinn sá að það sem skrifað var með rúnum var brennt, sem djöfullegt og latínuletrinu tróðið upp á okkur með illu. Sumir eru enn að hjakka á lýginni. Uppspunni Rómaveldisins enn við lýði. Ekki nú alveg líklegt að kvæðin hafi verið í munnræðri geymd þar til þau voru skrifið á latínuletri. Ef til vill voru þau til á rúnaletri, ef til vill þurft að breyta því í latínuletur. Gotneska letri var búið til sem málamiðlun. Athugið vel mattumuna með kýrhausinn eftir Helga Hálfdánason. Einhver bjóð til árekstrar menningar heima, ensku Clash of Civilizations, villandi hugtak yfir yfirgang, heimsveldis plott og menningar eyðileggingu guðveldana við að leggja undir sig lönd og þjóðir. En engir árekstrar eru ef hver og einn heldur sig einfallega heima og unur við sitt. Eða ferðast í friði til að sækja heim framandi menningar heima. Skoðið í gegni allt sem Holmboe, Kristján Andreas, skrifar, hann fæðist 1896. Ótrúlega fjölbreytt og merkilegt, hann sér ótrúlega samsvörin í sanskrít og íslensku. Komdu nú að kveðast á kappinn ef þú getur, fannan. Ýmsar sameiginlegar málfræðireglur og fyrirbæri, setningaskipan, orðanotkun, orðaendingar, merkingarlega séð ótrúlegt samræmi og orðstofna. Og áfram með sanskrít og íslensku. Sri Srinivasacharya bendir á, í bóksinni Lærið sanskrít á 30 dögum, ja plus rí. Framburður á rúninni íri okkur eftir vill ekki eiginlegur í íslensku lengur, en talið að hún geti samsvarað endingu vissra orða í sanskrít. Hljóðið ír finnst sem sagt í sanskrít þegar vel að gáð, vissum við það. Það nú svo sem ýmislegt sem okkur hefur aldrei verið kent, engin mundi lengur. Streita og gruggur og vanþekking gerir mennina blinda á sjálfa sig. Innprentun lífseig. Ama eiturefni sem safnast upp í líkamanum. Sóma það sem við sækjumst eftir í líkamanum. Sóma í lím alheims. Hve mörg önnur mál en íslenska og sanskrít eiga ama og sóma í upprunalegri merkingu. Svo okkar víðfeðma djúpa táknmál sem talar til okkar á öllum sviðum hugans. Skírnir fer á hesti freys sem sendill geisli, guðlegs til veraldlegs og sleipnir hestur. Hestur gefur tilfinningu vissa sérstaka tilfinningu. Hestur sterkur og fljótur, hann vinnur einatt fyrir mannin. Athuga, ekki fíll sem sterkur, ekki úlfur sem fljótur. Nú finnum við hvernig táknmálið hefur áhrif á okkur. Styrkur og lipurð mannlegs taugakerfis felst í táknmálinu. Hesturinn sleipnir, farartæki. Undan merinni loka sem gengur og þursarreininum svaðilfara. Ekki beint guðlegt ætterni. Hestur þarfasti þjónninn sem við þurfum að temja vel og fallega. Hvað gerir sleipnir fyrir okkur? Hvað gerir hann þegar við nýsum niður? Tavas, sterkur, hraustur, kraftmikill, verður að orðum svo sem þjóð, týr og týr, teftónar, töftón, þjóðflokkur. Tavisha, rein mær himna og hvortvekja nöfn á dóttur Indra. Rétt eins og Þrúður Þórsdóttir. Þjálfi og Röskva svo eiginleikar rafmagns sem þjóna Þór sem slíkir.
Rafmagn er mjög svo veraldlegt fyrirbæri, þjált og röskt. Tavishiyu, sá kraftmikli, hestur, táknmálsheiti. Sleipnir, hóvarpnir, Pegasus, jörmungandur, hrímfaxi, glófaxi, glæsilegt stóð mikilla krafta. Hraðskreið himinfaratæki, þörfustu þjónar. En ginfaxi er galdrastafur, ámátkur mjög, ginnhelgur og djúpverkandi, líka fljótur og kraftmikill sem hestur. Mjög þarfur þjónn einnig. Nú við farin að hugsa mikið, farin að skilja ýmislegt með kollinum okkar, besta mál, en ekki nóg. Við þurfum nú að nýsast niður til að gera einnig rannsóknir innan vitundar. Við vitum nú að við erum ekki aðeins og eingöngu þessi kroppur sem búin til. Heldur ódauðilegt ginnungagafl sem eldur fær eigi brennt, vopn eigi bitið á. Innan vitundar gerum við nú rannsóknir, núna og héðan í frá alla ævi. Ekki nóg að hugsa þetta veraldlega. Við þurfum fíngerðari og kröftugri skilning, tæran skilning. Fundin innan eigin vitundar okkar í huga kyrrð. Rannsókn innan vitundar. Það gerist þegar við nýsumst niður í ægi. Þar finnum við heildina, eind. Næta avata, vititam bhavati iti, bendir hinn yndislegi Ramsvarup vinur minn á. The Word as Revelation, Names of Gods, sem hann skrifaði í gamni sínu, segir hann mér. Heildin verður ekki þekkt af neinu svona miklu, afmörkuðu, segir í Upanishad. Heildin ekki neitt eitt af þeim guðlegu öflum sem við nefnum til. Ginnungagafl þekkist ekki af brotakendu einu einhverju, ekki af neinu einhverju smáatriði. Þótt öll nöfn þess eigi að vísa í það, tákna það. Við að dýrka eitthvert eitt út úr samhengi maður að missa sjónar á heildinni. Missa sjónar á sjálfum sér. Húta, samstofna Guð, segir Ramsvarup sem uppljómað ljúfmenni. Purohitam, marg lofaður, sá sem fórnin færð. Vagn, vaha, sem flytur fórn. Til dæmis eldur, agni. Líkami manns og þessi vagn. Sumt í táknmálinu veraldleg fyrirbæri ýmist hlutlæg eða huglæg. Goðmögn, svo sem sól, máni, ægir, himinn, eldur, hræsvelgur, sem eins og táknin kýr, auðumbla og hestur, finnanleg í veröld. Fjö passu, húsdýr, tjóðru dýr. Fjö, rún, freys, fjár, föður. Passupati, höfuðskepnana. Aðeins menn á æðri vitundastögum skilja í raun guðanöfn. Nöfnin vísa ekki til hugasviðs skilnings. Guðin eins konar sannleikur innan okkar, segir Ramsvarup vinur minn. Kim yat tat, sat chit ananda. Táknmál notar oft óáþreifanleg hugtök, við þekkjum samt eiginleika þeirra. Áfram táknmál, ekki gleyma því. Varúð, jafnvel þótt gervingar séu myndskreiting. Eiginleikar sem við þekkjum vísa í eiginleika þess sem við ekki sjáum. Við þekkjum fyrirbærin á sviði gungnis, ymis og gunnanna þriggja, en oft vísar það í og útskýrir eitthvað sem við ekki sjáum. Persónugervingar geta verið hættulegir, það viðurkennist. Ennþá hættulegri eru orð og hugtök sem enginn skilur, sem á bara að trúa á. Blokkerar skilningin, varúð. Stofnanana íðorð þannig varhugaverð afvegaleiðing. Ekki trúa tómum orðum. Allt verður að vera vel rannsakanlegt. Skiljast innan eigin vitundar manns. Fyllilega ljóst, klárt skili til hlítar. Hvert og eitt atriði táknmálsins vísar í heildina. Orð verða að hafa skiljanlega dýpt. Stokkar og steinar vísa í heildina. En ekki skili taka eitthvert eitt atriði út úr samhengi og dýrka það. Hægt að fá heildar reynslu af öllu innan eigin vitundar manns. Munið að ekki nóg að kunna alla eðlisfræði utan að og öll heimsins orð utan að, því skilningurinn kemur með því að lifa glaðheima vitundar. Þar þekkingin innbyggð í okkur, finnst með rannsókninnan vitundar.
Allt í táknmálsheiminum bendir til einnar og sömu eindar, heildar. Hið guðlega í öllu því sem við notum til að tákna eitthvað guðlegt. Allt ginnungagafl. Ekkert til sem heitir utan ginnungagafls. Allt það. Guðsmóðir, vorgyðja, ægikröftug sköpunargyðja, alheima sköpunargyðja. Sagan Gerði og Miriam sem fá aldeilis óumbeðnar guðlegar sendingar. Samspil Purusha, Prakriti, Yin-Yang eða maðurinn og guðlegt eðli hans. Jesús segir eitt nauðsynlegt. Nú vitum við að það ekki að hugsa eitthvað. Ekki andakt, heldur andakt, akta andan, eins og ég sem barn vildi hafa það. Í stokkum og steinum ginnungagafl, en það bendir slíkt í eindina. Hið veraldlega beinir hér hugamanns í eindina. Í líkneskjum ginnungagafl. Þau vísa í eindina sem allt Ekki ætti að dýrka líkneskin, skurðgoðinn. Heldur láta þau beina okkur í eindina sem finnst innan okkar hvers einasta manns. En þegar menn verða veraldarinnar þekkta þröngsýni fyrirbæri að bráð, það hugmyndafræði sem þeir dýrka, finna ekki hið guðlega í sjálfum sér. Hugmyndafræði alveraldlegt fyrirbæri og getur hæglega orðið þrætulist. Aðrir guðir eru sérstaklega teknir fram í fyrsta boðorði guðveldis sem staðreynd. Guðveldamenn eru snjallir í hernaðarbrellum, eins og alkunna í sögunni. Guðin sem ekki má hafa eru hvorugkyn fleirtala. En það sem má, skal, karlkyn eintala og sinnir öllum hlutverkum. Á stóru kirkjuþingi var rökrætt úr því að Guð almáttugur, hvort hann geti skapað svo stóran stein að hann sjálfur geti ekki lyft honum. Hugmyndafræði og rökræður eflaust skemmtilegt lefibrauð ef maður að stólpa kaupi hjá skattborgurum við þetta. Við þurfum aðeins skilningin. Gerum rannsóknir innan eigin vitundar okkar. Öll atriði í heimi, þar með talin Guðin og náttúrulögmálin sem úr eindinni koma, vísa í heildina. Án eindarinnar miklu ekkert. Skrautelda sýningin búið spill. Innan vitundar gerum við nú rannsóknir. Ekki láta nægja tilbiðja og ákalla. De profundis te clamavi pater. Maður ákallar, kallar á, þann sem fjarri. Hvað skildi það nú vera? Ginnungagafl nálægt. Maður kallar aldrei á sjálfan sig, því maður maður sjálfur, hér og nú. Það dýpkar alla trúalega iðkun, hvaða merkimiða sem við límum á hana, að vera ginnungagafl eingöngu, fara að finna opt. Leiðin frá mér til mín, einfalt. Menn alls konar trúabragða nota TM til að dýpka reynslu sína. Rabbjar, prestar, biskupar, vinir mínir í Lebanon, trúleysingjar. Og nú að koma 8 til 10.000 pónditar í Brahmastan Indlands, landfræðilega miðju lands. Þessi vitundarvísindi hið eina sem skiptir okkur máli, ekki kennisetningar né pælingar. Heiðnir menn redda sér á snjallan hátt út úr óhjákvæmilegu vesinu sem hlýst af reglusetningum stofnanatrúar. Sjálfur leið þú sjálfan þig. Bara vera ekki að setja neina reglur og boðorð. Því engir tveir hugsa eins og reglur eins henta ekki öðrum. Mismunandi þróaðir menn. Og samkvæmt ríg tala ekki allir með sama málið, skilja ekki eins. Sakir mismunandi vitundarþroska síns. Sumir skilja ekki dýpt, aðrir lifa dýptina. Enda heiðnin gersamlega ónothæf sem stjórnunartæki. Menn þurfa að þekkja ginnungagafl í lifanda lífi af eigin reynslu sinni til að skilja hvað þeir uppljómuðu segja. Það gerum við með rannsóknum innan vitundar. Þegar við uppljómumst, lifum valhöll á einhverju okkar ævi, helst núna, verður allt sem Jesús segir okkur sjálfsagt og eiginlegt. Þá rembumst við ekki við að lifa kennisetningar manna. Því við erum þá Jesús allra tíma, uppljómaðir menn, Vilbjörg mun vaka. Við þurfum líka að skilja merkinguna í orðinu Jesús, gera greinamun á því sem hann segir
og hvernig Guðveldi misnota nafn hans. Hann grætur yfir því. Jesú grætur syndir þeirra. Óðinn jóti hinn af jurd sem berjast og einnig af stofn jad, farandi sem ferðast, latínu vates skáld. Andstæða vasita kyrr, smáorð, og þetta gefur tilfinningu ferð og að gera eitthvað. Vekur tilfinningu tilgang og merkingu heitisins. Óðinn flæðir eiginlega allt. Við rannsóknir innan vitundar fáum við dýpri skilning á merkingu orðanna. Það sem við segjum og hugsum vekur tilfinningar. Í Bhagavad Gita ávarpar Krishna Arjuna á ýmsan hátt. Son móður sinnar til að snerta hjarta hans og ást hans á frændum, austan óvinabana til að snerta skildurækni hans sem kshatriya. En það einmitt þetta tvennt sem togast á í Arjuna á vígvellinum. Hugurinn og hjartað togast á, skildan og kærleikurinn togast á. Hvort tveggja veraldlegt. Togstreita ömurleg streita og streitu valdur, eins og orðið gefur jú til kynna. Lausnin sem Kristna gefur að koma inn með þriðja þáttinn. Ekki vera fastur í veraldlegri togstreitu, það nefnilega óþarfi. Kveikja ljós svo við sjáum. Við ekki þetta veraldlega. Erum hér í okkar góða búk til að þróast og taka okkar skuldu. Undir eða ofar eða handan við, eiginlega innan við, alla þessa kvarka, leptónur, tilfinningabúnt, sameindir og frumeindir, erum við sjálf. Var ég búin að taka fram áður að við erum ginnungagab? Það eins og með minni að það hafi komið fram. Nistræk unni og baf, án þriggja gúna, eiginlega náttúrunar, vertu, Arjun. Bhagavad Gita, annar kapli, stansa 45. Vertu án gunnana þriggja, Arjun. Laus við tvískynungin, tvíveðrungin, sem í henni veslu, í náttúrunni. Vertu ætíð með grunntinn í sannleika, tærleika, nýsta. Laus við áhugan á gróða, efnishyggju og efnisheimsþægindum. Vitund eigi þig, þú vinnir út frá vitund. Bhagavad Gita, annar kapli, stansa 48. Yogastaha kuru karmani. Allar gjörðir þínar komi úr eindinni. Vertu standandi í einingu með ginnungagapi, nýsta, þegar þú framkvæmir. En einmitt þetta leiðin til að kunna 9 galdra góða og öll ljóðin. Geta beittum í lífinu fyrir hafna laust. Það hið náttúrulegasta ásigkomula manna. Það stundu kallað kraftaverk og á allra tærra manna færi, ganga á vatni. Tarati shokam atmavid úr Chandogyoga Upanishad. Svífur yfir allt leiðilegt og allt veraldar vesinn, sá sem þekkir svinn. Pratyavayona vidyate. Bhagavad Gita, annar kapli, stansa 40. Engin hamli finnst á leiðinni inn á við, engin fyrirstaða, engin ljón á veginum, sleipnir rennur vakur og viljugur. Svalpam apjasya dharmasya, trajate mahatu bæjat. Smávegis af þessu þundar flæði sem uppiheldur öllu bæir miklum ótta frá. Tvitjadeva bæjam bhavati. Tví veðrungur, tví eðli, býður alltaf upp á ótta. Óttaslegin hugsum við óskýrt. Haldin ótta notum við ekki framheilan, heldur dýrsleg viðbröð okkar. Ótti gerir menn þröng sína og skamm sína, uppstökka og auðveldlega rökþrota. Eða ramvilta í orðaþykkni og þá fjandi laus. Þá sjá þeir ekki villur eigin vega. Nú eyðum við ótta, hann óþarfi. Við vinnum á miklu dýpri sviðum þar sem hann ekki til. Áreynslulausar gjörðir í þundar flæði. Mestur árangur, minnsta áreynsla. Sjálfkrafa týrjættar, ávalt í flæði með þundu. Allt fær stuðning náttúrnar ámáttku. Minnst fyrirhöfn, mesti árangur, náttúrulega, eðlilega sjálfkrafa, hið eina sannlega rétta. Þetta ekki hagnýtt? Og þetta geta allir menn. Ekki yndislega gott að menntun að breytast í þá átt að við lærum að gera rannsóknir innan vitundar, í eigin vitund, alveg frá barnaskóla upp í doktorsgráður. Læra ekki aðeins með kollinum, heldur af eigin reynslu okkar í vitund.
Nú farið að leggja alla áherslu á nemandan að hann sé altær og alskýr. Tattvatnjan, íslensku þvíkunnugur, þekkja ginnungagap, tattva, það sem þekkingin mikla og að við erum hún. Lífsþekkingin í ginnungagapi, þekkingin í vitund. Í vitund manna tærri og í eind. Ekki heimspeki en grunnurinn undir hana. Ekki hugmyndafræði nema með grunn nýsta í eindinni. Ekki kenningar og kennisetningar í þoku. Aðeins eigin reynsla. Nútíma vísindi og vetavísindi samanlögð. Við hugsum skýrt, allt útskýrt og við spyrjum, hvaðan kemur hugsunin? Við erum að vakna upp úr vökustíinu. Alveg komin tíma á það. Þyrnir og getur ekki sofið endalaust. Mjallhvít verður að fá kossin sinn. Við allra ævintýra verðum að fara að vakna. Edda V. Ása, en það nafn sögupersoni í óðsmáli mínum fáðu, búið til úr Veta Vyasa. Teitur, dídiví, bjartur, skínandi, skilt tær, týr, týr. Dídiví, deva, devata. Svadaha, sjálfum sér gefin, svadaha, siður. Að leita innan sjálfsín, finna þar fyrir sjálfan sig í óravill gleikkandi glaðheima, sjálfur gefin sjálfum sér. Maharishi titill, Maharishi, vitringur mikli sem kennir, kennari, leið og hann sjáandi. Gungnir, fíngerðasta sköpun, bylgjur. Geir, hesja, hesju, hínóti, kasta. Shakti kraftur, shakti. Geir löðnir, óðinsnafn, löðnir, lóður, lafar, samber gunnlöð, einhvers konar heimboð, löð. Lóður af vritra, sem mjög forntu guð. Gungnir, bylgjur, vopn vitundar, hið fíngerðasta í sköpun. Slipnir, hestur, faraskjóti, sterkur og fljótur, traustur, ratar. Savana, hafa, hott, hött. Vanir, tífar, guð, rögn, regin, rán, æsir, ótal hugtök í ýmsu samhengi, höft og bönd, sútra, að sauma, þráður. Súrja, kallkyns, sól, sem goðvera. Súra, verður þór, skýr, skínandi. Gna, guðleg kvenvera, eiginkona. Gná, kana, þrýstinn þrungin sendumær friggar. Dís, dish, færa fram, langa til að sína. Dævi shakti, dæva shakti, guðleg áhrif óendanlegs skipulags afls náttúrulögmálna, tífa kraftur, ámáttkir guðlegir yðavellir. Kristján Andreas Holmbú segir að áhersluforsketi tí, svo sem í tí vaskur, tí hraustur, sé beint úr sanskrít ati. Ati þýði einmitt ofur, yfir og verði að forsketinu tí í íslensku. Svastja, heilsa, heill, heild, ekki brotakent, sva í sér, stja, standandi. Manusja loka mannheimar. Manus og Móses sama, sem táknmálun leiðandi á þróunarbrautum mannkins. Skildi Loki vera þarna komin sem veröld, loka. Hann jú alls konar mannleg vitleysa og tilraunastarfsemi. Og svo það að retta sér fyrir horn út úr vitlausinu eftir á. Svona vitur eftir á eins og allir venjulega vitlausir menn. Geri, inngráðugi, gleipir, nafnið af Gara, forn, Puran. Síður úr svada, gefin sjálfum sér, svadaha. Eða úr siti, fullkomin, eða sudaha, sem góður drykkur, guðamjöður eða hreinsandi. Sinni sólar, máni, ódáins geislandi, geislar mána guðaveigar. Sudansu, sóma. Nakra, nikur. Krokodíll gæjust uppur og fer onni, marar í kafi og njósn, hnýsast af sama stofni. Ótrúlegt myndmál að lifa í dýpi og gæjast í veröld. Burbúva, hugarfóstu Brahman, veröld, burr og fleira. Hagall, hagl, jökull, kadjala, kadnundjala, daggardrópar, þoka, regn. Ka,
Kam, tóm, rúm, himinn, djala, vatn. Íslensku kennararnir mínir eru, meðal annara frábæra og ólastaðra, þeir Helgi Þorláksson og Grímur Helgason. Þeim þykir svo vænt málið okkar og mér þykir svo vænt þá, að ég ber endalausa virðingu fyrir þeim og móðurmálinu okkar. Eitt sinn ætlar Grímur að lesa fyrir okkur úr Íslendingasögunum, sem hann þykir svo undurvænt uppáhaldskaflan sinn. Smávegis skvaldur byrjar í bekknum þegar líður á lesturinn. Grímur hættir að lesa og hann, þessi dagfarsprúði yfirvegaði góði maður, stendur upp, lokar bókinni og segir: Ég flegi ekki perlum fyrir svín. Hann gengur út úr skólastofinu með bókina. Það verður dauða þögn í bekknum. Þögn lengi eftir að hann var farinn. Ég heyri enn þessa þögn í mér og skammast mín. Eru þið læs á rúnir? En löngu áður en Íslendingasögurnar voru samdar áttu norrænir menn letur. Það var ekki latínuletrið sem síðar var troðið upp á okkur. Í handritunum fornurum segja nótur til að spila eftir. Hvernig gátu norrænir menn orðið svona blindir á eigin verðmæti? Heilaþvegnir. Hvernig gat líka Max Müller blinda svona marga með upploknum rannsóknum? Östen Kjellmann í den forna seðin, Valkýrie förlag, Gautaborg, segir að víkingar hafi verið að stela tilbaka verðmætunum sem stólið var frá þeim og söfnuðust upp í klaustrunum. Hafi ekki verið sjóræningar heldur mjög skipulagður her, en fyrrum frjálsir bændur hafði verið hneftir í þrælkun á sínum eigin jörðum. Máttu ekki bera vopn, áttu að vera friðsamir eins og Jesús. Östen skrifar þykka bók fulla af tilvitnunum á ýmsum tungumálum. Rannsóknir Östens á lyginu og óhróðurinum sem menningin okkar mátti þola. Öll kúun sprengir af sér fjötrana þegar heimsvitundin hækkar, núna. Og menn verða ekki friðsamir með því að vera kúaðir til þrælkunar. Og það dugði ekki að brenna allar bækur sem hægt var að safna, rúnaleturs bækur sem platar voru út úr fólki á þeirri fölsku forsendu að rannsaka ætti þetta í heild í klaustrunum og svo var bóka brenna. Ein og ein rúmfjöl varðveittist og illa gekk að brenna steina eins og gefur augaleið. Við viðgerð á kirkju í Svíþjóð komu menn á rúnastein undir henni. Helgir staðir norrænna og heiðinna manna voru teknir undir kirkjur. Mokað var sem snarast yfir rúnasteinin til þess að vera ekki að lendi í blaðamannavesinni sem tafið gæti viðgerðina á kirkjunni. Orðið trúarbrögð nýyrði hjá okkur. Þjónar tilgangi þeim að setja sið og guðveldi í sambærilega flokkun, en virkar ekki frekar en að setja blóm, sem táknar hér þekkingu, og hús, stofnun, í sambærilega flokkun, nema sem fyrirbæri í skapaðri veröld ásamt milljónum annara fyrirbæra. Orðið trúarbrögð finnst ekki í sanskrít, ekki í norrænu. Þetta sem nú kallað trúarbrögð kom að líkindum með guðveldum. Trúr og tryggur á traustum grunni, nýsta, betri merking í trú en krede, gretta. Krakkaskræðnar til þess að við öðlumst skilning á hvers vegna við erum að fæðast og lifa, til hvers við erum að fæðast og lifa, ægifegur þekkingar forfeður okkar, kindabál þekkingarinnar. Góðþrúndin Blá segir, kennar minn Maharshi, indverskur eðlisfræðingur, uppljómaður maður, sýnir okkur hvar þekkingun og skilningin að finna og gefur okkur tæknina til að nýsa niður. Þökk, Maharshi, kennarinn minn. Góðrún, guðrún, deva guhja, hvíslað leyndarmál guðana, deva, tífa, guhja eða guhja, rún eða leyndarmál. Erfitt að nálgast verk Keshavadeva Shastri, það kannski til í einkasafni, en það var hann upphaflega sem kveikti í mér áhugan á þessari samlíkingu milli orða í samskrít annars vegar og norrænu og goðsögnunum okkar og kvæðunum okkar hins vegar. Svo, til að fá tilfinningu fyrir sanskrít og íslensku, rennið í gegnum þetta sem hér fer og eftir. Þetta frá Kristján Andrés Holmboe. Fletti bara upp sanskrit orðunum til að skilja merkingu þeirra, brosa af. Og þeir verði alveg undrandi á merkingunni hvernig hún samsvarar. Góð orðabók eftir Sir Mónie Williams á 2000 blaðsíður með smáu letri. Panini var mikill málfræðingur. Taldar 2000 rætur eða orðstofnar í sanskrít. Panini gerði lista með 2343 rótum, sumar voru ekki með á þessum lista.
Sanskrít með endum ríkt djúpt mál og fagurt. 500.000 orði þarna að finna. Til skrá yfir 1750 mismunandi rætur með 2490 mismunandi merkingu. Málið hefur verið lifandi í árþúsundir, en að minnstakosti 500 rætur eru í notkun nú á dögum og ótal orð af hverrið einni þeirra. Sanj eða sjatj, frambori sanj eða satj. Satj íslenska orðið hang, hanga, hika. Veit að hjekk. Kynnast, þekkja, njóta, vera eign einhvers, vera gefin einhverju, halda sig við, stunda, setja sig í samband við, tilheyra. Hjekk í þátíð í Hávamálum, sagt frá eftir á. Engin hugsun í því hangi. Og nú ættu það renni í gegnum þetta á ykkar hraða. Sumir segja Robin Hood, hróðbjartur höttur, artaha, í skóginum, sé heiðnin, en því miður voru nunnurnar í klaustrinu sem hann særður leitaði athvarfs í, beðnar og fengu borgun fyrir að taka honum blóð til lækninga, en svo mikið að Robin Hood lognaðist endanlega út af hjá þeim systrunum sem hann treysti.